dagskrá. Afsakið, gjörðu svo vel. Undir öðrum dagskrárlið. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil svona í stað þess að hlaupa hér í gegnum dagskrána, staldra við og benda á mál sem tekið var fyrir á fundi borgarráðs 9. janúar síðastliðinn. Þar var undir 29. lið lagðar fram niðurstöður þjónustukönnunar sveitarfélaga sem að Capacent framkvæmdi og hefur gert reglulega þar sem að má finna samanburð á milli sveitarfélaga og þá þjónustu eða mat á þeirri þjónustu sem að í boði er. Og þá það sem sagt þeir sem búa í þessum sveitarfélögum sem að gefa einkunn fyrir þá þjónustu sem í boði er á hinum ýmsu sveitarfélögum. Það eru 16 sveitarfélög undir. Þetta eru stærstu sveitarfélög landsins og þau sveitarfélög til dæmis sem standa okkur næst hérna landfræðilega. Það eru þetta sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu sem að þarna eru undir. Þar sem að auðvitað kemur í ljós í þessari skoðanakönnun og hefur aðeins verið fjallað í fjölmiðlum á undanförnum vikum, undanförnum dögum. Það er hversu lakur árangur Reykjavíkurborgar er, hversu illa borgin og svo þjónusta sem hér er veitt kemur út úr þessari könnun. Það sem að meiri sé á í þeim málaflokkum sem að ég veit að við leggjum okkur öll fram að gera sem best, verður ekki hægt að segja að við náum góðum árangri. Þegar kemur að þjónustu við barnafjölskyldur til dæmis, ef við tökum bara þann lið, þá sjáum við það að Reykjavíkurborg kemur út í neðsta sæti, 16. sæti og sem sagt lakasti árangur í samanburði við önnur sveitarfélög. Það er auðvitað óviðunandi. Það sama má segja grunnskólana, þar erum við í neðsta sæti. Þegar kemur að aðstöðu til íþróttaiðkunar, þá erum við jafnframt næst neðsta sæti. Þegar kemur að þjónustu leikskólana, þá erum við í neðsta sæti. Þetta er auðvitað langt frá því að vera viðunandi og þegar kemur að þeirri spurningu hvernig mönnum líkar að búa í Reykjavík almennt, þá erum við í 10. sæti. Það er sem sagt spurningin hljóðar svona á heildina leyti: hversu ánægður eða ánægð ert þú með Reykjavík sem stað til að búa á? Og þá komum við út á þessum stað. Og við sem að hefum lagt okkur öll fram það að gera Reykjavíkurborg að betri borg, getum ekki sætt okkur við að þetta sé niðurstaðan, verðum að standa okkur miklu betur og það er spurningar sem fulltrúar meirihlutans fengu vegna þessa og svör þeirra birtust í fjölmiðlum valda mér nokkrum áhyggjum vegna þess að það er gert lítið úr þessari könnun. Skilja þetta ekki, við komum betur út á öðrum könnunum sem við gerum sjálf og svo framvegis. Mér finnst mjög mikilvægt að meirihluti borgarstjórnar, og ég lýsi því hér með yfir að ég er tilbúinn í þá vinnu, taki þessa skoðanakönnun alvarlega og stofni til vinnuhópa sem eins og ég segi, sem að ég og örugglega allir aðrir sem sitja í borgarstjórninni tilbúin til þess að taka þátt í, til að vinna úr þessum niðurstöðum og til þess að finna út úr því hvernig á því stendur að Reykvíkingar eru svona ekki óánægðir, heldur hundóánægðir með það sem er gert hér í Reykjavík. Og hvað er það? Og þá verðum við að leita til annarra sveitarfélaga hér á höfuðborgarsvæðinu. Er það sem að okkar nágrannar eru bara hreinlega að gera miklu, miklu betur heldur en við. Þetta legg ég til hér við meirihlutann að hann skoði, og ég ætla aðeins að lesa hér upp þá bókun sem að við borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðum fram í borgarráði. Hún hljóðar svo með leyfi forseta: niðurstöðu viðamikilla þjónustukönnunar sem Capacent hefur gert hjá 16 stærstu sveitarfélögum landsins er áhyggjuefni fyrir Reykjavík. Hún leiðir í ljós að í samanburði við önnur sveitarfélög er minnst ánægja meðal borgarbúa með þá þjónustu sem í boði er. Samkvæmt könnuninni er Reykjavíkurborg í neðsta sæti þegar borgarbúar eru spurðir grunnskólana, leikskólana, þjónustu við barnafjölskyldur, þjónustu við fatlað fólk, gæði umhverfis, aðstöðu til íþróttaiðkunar og þjónustu við aldraða. Þetta er bara staðreynd, ég er ekki að færa ykkur neina fréttir, ég er ekki að tala ykkar störf, ég er bara að segja að þetta er niðurstaða Capacent og það væri einhvern veginn, það væri eiginlega algjörlega ótrúlegt ef að menn ætti ekki að setjast yfir þetta og reyna að komast að því hvernig á því stendur að fólk hugsi svona til okkar starfa og þeirra þjónustu sem að við erum að
að reyna að hafa sem besta hér í Reykjavík en mistekst svo hrapalega sem að raun ber vitni. Ég vil líka flétta hérna aðeins upp á spurningum númer 34 og 35 sem að þar sem að spurt opinna spurninga og þar sem að má sjá hvað það sem að borgarbúar að eigin frumkvæði nefna sem málaflokkar og sem atriði sem við erum að standa okkur sérstaklega vel í og einbytta okkur að. Og það kemur hérna 34. spurning, hún svona: hvaða þjónustu telur þú að Reykjavík þurfi helst að bæta? Og þá kemur að ljós að þjónusta við eldri borgara þar í fyrsta sæti. Það hefur aukist mest á milli ára úr 15,5% í 26,1%. Þá það samgöngumál sem að bent á að þurfi að bæta og síðan almenningssamgöngur, mál fólks, barna með fötlun og sérþarfir, umhverfismál og svo framvegis, og bið borgarfulltrúum að flétta upp á þessu sjálfa bara. Ég ætla ekki að lesa þetta allt saman upp. En næsta spurning, númer 35, svona: eitthvað annað í tengslum við sveitarfélagið eða rekstur þess sem þú vilt koma á framfæri? Og þá það líka að bæta gatnakerfi, samgöngur. Og þá held ég að það sé rétt að borgarstjórn horfi nú aðeins til þeirra samgöngu framkvæmda sem hafa nú verið hvað umdeildastar og verið hvað mest til umfjöllunar á undanförnum mánuðum og jafnvel á þessu kjörtímabili öllu saman, og þá miklu óánægju sem að komið hefur í ljós hjá borgarbúum með þær framkvæmdir. Og síðan kemur í öðru lagi bæta skipulag og skipulagsmál. Og það fer sem sagt úr 6,4% í 12,3%. Þrátt fyrir það að lagt hafi verið fram aðalskipulag og gríðarlega mikið sett í það að kynna það og tala það upp eins og allir þekkja. Öll herdeildin hér inn á áráðusdeild ráðhússins hefur lagt sig alla fram við það að koma þessu sem mest að framfæri til fjölmiðla. Ekki ánægja með það hjá borgarbúum miðað við þetta. Það sem sagt tali að við þurfum að bæta okkur þar. Ég ætla ekki að lesa þetta frekar. Ég ætla bara ekki að láta fundin líða þar sem að þetta mál á dagskrá án þess að minnast á þetta. Og ég segi það, við borgarfulltrúar eigum ekki horfa fram hjá þessu. Við eigum ekki að vera þær littur að vilja ekki taka á þessu og við eigum að leggja okkur fram við það að reyna að skilja þau skilaboð sem okkur eru send með þessari könnun og vinna úr þeim. Þá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson óskað eftir því að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúa Júlíusi Vífli Ingvasyni fyrir að taka upp þessa þjónustukönnun. Það í raun árviss viðburður að við ræðum hana hér í sölum borgarstjórnar og hefur svo umræða oft verið mjög ítarleg og fróðleg. Kannski aldrei ítarlegri en í borgarstjóratíð Hönnu Birnu Kristjánsdóttur og tengir það kannski því að hún stjórnmálafræðingur að mennt og það einmitt fræðin sem hafa fjallað hvað mest þessar kannanir. Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor, gaf í raun út heila bók fyrir einum 10 árum síðan þar sem fjallaði ekki síst spurninguna hvers vegna mælist ánægja með rekstur og þjónustu sveitarfélaga sem eru minni meiri heldur en hjá þeim sem eru stærri. Og þessi bók hét Staðbundin stjórnmál og var mjög mikið til umræðu þegar hún kom út í samfélaginu en hefur kannski einhverju leyti gleymst. Ég held að við eigum alls ekki að fara í vörn yfir því að Reykjavíkurborg kemur ítrekað og ár eftir ár illa út í þessum samanburði þjónustukönnuna Gallup. Við eigum að nýta okkur það sem nýtanlegt úr könnuninni en jafnframt notfæra okkur kannanir sem við leggjum fyrir notendur beint og eru sumum tilvikum mjög og mun ítarlegri. Við getum nefnt bara sem dæmi að skóla- og frístundasvið leggur ítarlega spurningalista, alltaf 100 spurningar fyrir 3400 foreldra á hverju ári, foreldra sem eru með börn í leikskólum, en þegar búið að brjóta úrtaki niður í þessari könnun þá eru kannski innan við 100 leikskólaforeldrar sem að svara. En við höfum enga síður að taka mið af þessu og velta því líka fyrir okkur því að nú jú ánægjan með Reykjavík þrátt fyrir alltaf aukast milli ára ef eitthvað
mest af þessu er mjög svipað. En við getum nefnt sem dæmi að ánægjan með þjónustunni í Breiðholti hefur aukist 5% eins og hverfisstjóri Breiðholts hefur bent á. Og við getum velti fyrir okkur hvort að sú breyting tengist þeirri breytingu að skipa sérstakann hverfisstjóra í Breiðholti sem hefur betri yfirsýn og heildarsýn á hverfið, í virkari samskiptum bæði við íbúana og tengir svona saman stofnanir og starfsfólk. Eigum við að tengja niðurstöður þessara þjónustukönnunar við þá stóru spurningu sem við höfum stundum glímt við hér í borgarstjórninni, hvort að við eigum að vera róttækari í því að færa aukna ábyrgð, völd og ákvarðanir út í hverfisráðin, hverfisstjórnirnar og hverfin. Ég meina, við munum það þegar við bjuggum til þjónustumiðstöðvar og jukum þetta, þá jókst ánægjan með þjónustuna í hverfunum. Þjónustumiðstöðvarnar mælast miklu betur heldur en sambærileg þjónusta sem veitt var af velferðarsviði og skóla- og frístundasviði í hverfunum áður. Kannski það stóra pólitíska spurningin sem við ættum að vera að spyrja okkur þegar við horfum á niðurstöðurnar vera svona gagnvart borginni ár eftir ár. Hvort að ánægjan myndi mælast meiri ef við eflum hverfin, ef við styrkjum hverfin, ef við felum þeim aukna ábyrgð í að reka þessa þjónustu samþætt og heildstætt þar í nafni eigin hverfis, en að það væri í raun ekki eins og þetta væri einhvers konar könnun það hvort þið líkaði vel eða illa við sitjandi borgarstjórnarmeirihluta hverju sinni, því að það hefur verið skrifuð mastersritgerðir 2 það hvernig harkan sem í borgarpólitíkinni smitar yfir í skoðanakannir af þessu tagi. En það auðvitað meiri svona akademísk umræða frekar en hitt. Ég held að við eigum ekki að fara í vörn við svona könnunum, við eigum að nýta þær. Við eigum að líta á það sem eðlilegan hlut að Reykvíkingar séu kröfuharðir og vilji fá góða þjónustu. Við eigum að geta veitt einhverja bestu þjónustu á landinu og gerum það á mjög mörgum sviðum. En Reykvíkingum finnst við geta gert betur á ýmsum og við eigum einfaldlega að leggja við hlustir, fara vandlega yfir þetta en líka aðrar og kannski stærri kannanir sem við gerum á einstökum þjónustuþáttum. En ég ítreka þakkir til borgarfulltrúans að taka þetta mál hér upp. Þá borgarfulltrúi Davíð B. Eggertsson lokið máli sínu og óskar borgarfulltrúinn eftir að veita andsvar. Á ég ekki ræðutíma? Jú, en þú ert ekki næstur á mælendaskrá. Nei, ok, þá veit ég þessu. Já, þá óskar Júlíus Vífill borgarfulltrúi eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, ég þakka formanni borgarráðs fyrir að koma hér upp og fjalla aðeins þetta. Þetta er nefnilega mjög áhugavert, hvort að það sé niðurstaðan og það er kannski full snemmt að fara að hlaupa að þeirri niðurstöðu. Það getur verið eitt af því sem þarf að skoða, hvort það sé einfaldlega svo að fólki líður betur með þá þjónustu sem það er að fá í minni sveitarfélögum. Það er kannski það sem maður má lesa út úr þessu og þá einmitt þetta, hvort að eigi ekki að hólfa þá Reykjavík betur upp þannig að þjónustan sé nær því fólki sem er að nýta hana. Þetta er kannski svona fyrsta niðurstaðan sem fer út úr þessu og þá kannski líka geta maður nú hugsað sér að það sé nú kannski ekki ráðlegt og ekki skynsamlegt í þessu samhengi. Það verður velta fyrir sér að sameina sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu eins og hérna kemur upp með svolítið fyrirsjáanlegum fyrirvara, meðal annars frá borgarstjóranum Jóni Gnarr sem hefur haldið í fram að það sé gott að fara sameina sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og við sjáum að það er nú ekki það sem fólk er að sækjast eftir. Nei, það er rétt hjá borgarfulltrúanum að það er ekki gott að fara í vörn og þá ekki að fara í vörn þegar maður les skoðanakönnun sem þessa. Maður á að fara í sókn, auðvitað. Maður á að snúa vörn í sókn. En þau svör sem að ég las í fjölmiðlum hjá meðal annars þessum borgarfulltrúa bentu til þess að menn væri nokkur í vörn og menn væri einhvern veginn að segja að þetta er nú ekki svo slæmt, við erum sjálf með aðra skoðanakannanir og þar sýnir þetta betra og svo framvegis. Það er auðvitað satt, en þessi skoðanakönnun liggur fyrir. Hún er gerð með faglegum hætti, úrtæki 10.000 manns. Það voru eitthvað helmingur sem að svaraði og það á að duga okkur til þess að vekja okkur upp til þessa ástands og til að bregðast við þessu ástandi sem að þessi skoðanakönnun segir okkur af. Ánægjan er að aukast segir borgarfulltrúinn. Jú, það er rétt, en það er nú svo að fulltrúi Kapasent sem kom á fund borgarráðs sagði jafnframt að þetta væri innan skekkjumarka. Það væri ekki beint að segja
að Reykjavíkurborg sé yfirleitt að sækja í sig veðrið og það eru líka mjög slæm tíðindi. Nú er ég ekki að halda því fram að þessi skoðanakönnun hafi ekki verið gerð áður með svipuðum niðurstöðum, en það er náttúrulega tími til komin með áttu sig á því hver staðan er. Það var borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið við það að veita andsvar. Og þá er borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég tek undir þakkir til borgarfulltrúa Júlíusar Vífils Ingvasonar að taka þessa Capacent könnun hér á dagskrá sem ég held að sé full ástæða til þess að ræða. Og því ég held að vandi okkar Reykvíkinga í svona stórri borg en þó svo lítilli sé að upplýsa borgarbúa þá góðu þjónustu sem hér er veitt. Því að það gerist ekki að sjálfu sér greinilega eins og í minni sveitarfélögum að fólk átti sig á því hvaða þjónustustig er í boði, nema þá kannski helst þeir sem að nýta sér þjónustuna. Og það virðist vera mikil, það allavega ekki tengsl á milli útgjalda til þjónustu þátta og ánægjunar. Það til dæmis athyglisvert, sérstaklega því að þjónusta við aldraða íbúa sveitarfélagana, þar skorar Reykjavíkurborg lægst og það mjög sorglegt að svo sé vegna þess að það hefur verið tekið saman að Reykjavíkurborg til dæmis með hærra þjónustustig hvað varðar heimaþjónustu sem stærsti einstaki þjónustuþátturinn sem að sveitarfélagið hefur við aldraða. Við erum bæði að þjónusta hlutfallslega fleiri en önnur sveitarfélög af öldruðum. Það eru fleiri sem fá heimaþjónustu í Reykjavík og þeir sem fá heimaþjónustu fá fleiri stundir en í öðrum sveitarfélögum. Þá erum við líka með fjölmargar þjónustumiðstöðvar hér í Reykjavík eða 16 talsins sem að sinna félagsstarfi eldri borgara á meðan til dæmis önnur sveitarfélög upp í 20.000 íbúa séu með 1 til 2. Þannig að við erum, og eins og fram kemur í félagsþjónustuskýrslu sambandsins sem aðgengileg öllum borgarfulltrúum á netinu, þá eru útgjöld borgarinnar til velferðarmála mun meiri en annarra sveitarfélaga. Þannig að það ekkert sama sem merki milli útgjaldanna og ánægjunar. Og það eru töluverð vonbrigði, þannig að við þurfum einhvern veginn að leita leiða til þess að fólk sjái í rauninni hversu vel gert, allavega miðað við hvað varðar fjármagn, og fá einhvern veginn svona eignarhald á því og á sínu sveitarfélagi. Því að þetta snýst líka svolítið það hvernig þú sér þitt sveitarfélag. Er þetta sveitarfélagið þitt sem að þú ert aðili að og berst svolítið fyrir, alveg sem að tekur alltaf upp hanskann svolítið fyrir sína fjölskyldu, svo framarlega sem hún heldur sér innan svona rammans og laga, að þá stendur maður með fjölskyldu sinni. Þeir sem að búa í minni sveitarfélögum, þeir svolítið standa kannski meira með sínu sveitarfélagi en þeir sem búa í svona stóru sveitarfélagi eins og Reykjavík. Og það svolítið okkar vandi, sérstaklega þegar við skoðum ánægjuna og útgjöld til velferðarmála. Þannig að skýrslan hjá Capacent og þegar við skoðum hana og félagsþjónustuskýrslu sambandsins, þá fáum við alveg svona öfug línurit út á milli ánægju og útgjalda. Og það mjög merkilegt og þetta eitthvað sem að þarf að skoða og rannsaka frekar. En takk fyrir að ræða þetta og ég var kannski bara ekki undirbúin til þess að fara svona dýpra inn í þetta hér, en ég veit að við erum með hærra þjónustustig en önnur sveitarfélög í þjónustu við aldraða, þó svo ánægjan sé minnst í Reykjavík. Það borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið máli sínu og það var borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil þakka borgarfulltrúanum Björk Vilhelmsdóttir fyrir að koma upp og fara aðeins yfir þetta og akkurat þetta veldur mér mér finnst það umhugsunarefni, einmitt það sem hún að segja varðandi kostnaðinn og það þjónustustig sem fólk að upplifa, skulum við segja, ekki það þjónustustig sem við erum að veita og hvað veldur því að fólk ekki ánægðara með það heldur en raun ber vitni.
Kannski erum við að bara nýta peningana ekki nægilega vel og kannski getum við nýtt það betur og mér finnst það alveg ástæða til að fara við það og ég veit að borgarfulltrúinn er alltaf tilbúin til þess að finna þær leiðir sem eru bestar án þess að það komi niður á þeirri þjónustu sem við erum að veita sem að geta þá leitt til sparnaðar fyrir Reykjavík og þá fyrir borgarbúa á endanum. Og ég veit að borgarfulltrúinn hefur einmitt verið að vinna að því að lækka útgjöld til þessara málaflokka eftir því sem hægt er, eins og ég segi án þess að það komi niður á þjónustunni. Þetta er mikið umhugsunarefni og ég ætla þá að tilkynna það hér í borgarstjórn að á næsta fundi borgarráðs munum við borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram tillögu það að þessi þjónustukönnun Capacent verði rýnd, hún verði skoðuð og til þess verði skipaður sérstakur vinnuhópur sem muni skila sínum niðurstöðum til borgarráðs, þannig að hægt sé að fara betur yfir þetta og þá væntanlega þá þannig að sviðin fái tækifæri til þess að koma með tillögur og niðurstöður og rýna þetta með okkur. Mér finnst þetta mikilvægt, mér finnst þetta áskorun og mér finnst að við höfum að nýta okkur þetta sem sóknarfæri en ekki fara í vörn. Þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka Júlíusi aftur fyrir þetta svar við andsvarið mínu og þó ég sitji nú ekki í borgarráði þá finnst mér þetta góð tillaga að skoða betur niðurstöður þessara Capacent-könnunar því að við eigum ekki að fara í vörn heldur að skoða þetta og greina þetta því að við eigum að sjálfsögðu beita okkur fyrir því að íbúar borgarinnar séu ánægðir með það þjónustu sem við erum að veita. Sérstaklega einmitt vegna þess að við erum að veita miklum fjármunum borgarbúana sjálfra í þessa þjónustu og auðvitað er að vera ánægð með það hvernig við veitum þjónustuna. En vegna þess, og ég er sammála því að við höfum líka alltaf að skoða það og mér bara datt það í hug þegar borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson sagði að kannski eigum við að nýta peninginn á annan hátt eða betur og það væri athyglisvert að einmitt að skoða til dæmis vegna þess að það er mismunandi eftir hverfum borgarinnar hvernig félagsstarfi aldraðra er háttað. Þar sem að það er í félagsmiðstöðvum 15 félagsmiðstöðvum í öllum hverfum borgarinnar nema í Grafarvogi. Þar er engin félagsmiðstöð, þar eru bara eldri borgarar sjálfir sem sjá félagsstarfið. Það er talsvert ódýrara fyrir borgina að styrkja Korpúlfa til þess að sjá félagsstarfið þar. Nú ef að ánægjan er líka meiri þar vegna þess að þeir hafa eignarhaldið mitt á þjónustunni sem þeir eru sjálfir að skipuleggja og veita, að þá einmitt sýnir það að það er hægt að gera hlutina á ódýrari hátt. Var mér datt þetta allt í einu hug þegar þessu umræða en ég styð heils hugar að þetta verði skoðað betur og takk fyrir þetta. Þá er borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið við það að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Langar mig að bjóða fulltrúa Vinstri grænna að koma hingað upp og kynna bókun sína undir 24. lið. Já, ég er hér til þess að kynna bókun borgarfulltrúa Vinstri grænna. Fulltrúi Vinstri grænna getur með engu móti samþykkt að skilyrða eigi fjárhagsaðstoð með nokkrum hætti. Vissulega er að því góða að bjóða fólki ýmis úrræði til að bæta stöðu sína og auka lífsgæði, en margar ástæður geta legið að baki því að fólk sjá sér ekki fært að þiggja þau. Að beita viðurlögum og svipta fólk bótum eða hlýðir ekki yfirvaldinu er fortakslaust og óásættanlegt og vísað er í aðra bókanir á vettvangi velferðarráðs og borgarráðs þetta mál. Þá er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við það að gera grein fyrir bókun sinni undir 24. lið. Og þá mun Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi tilkynna bókun Samfylkingarinnar og Bestaflokksins og Sjálfstæðisflokksins, merkilegt að það, kynna bókun sína undir þessum 24. lið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það og forseti og ég ætla að kynna hérna sameiginlega bókun Bestaflokksins,
Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins sem er samhljóða bókun sem að þessi 3 flokkar voru með í velferðaráði og er svohljóðandi. Með þessum breytingum er verið að vinna því að hjálpa fólki af fjárhagsaðstoð til þess að bæta lífsgæði þeirra. Gerðar eru kröfur að þeir sem fá fjárhagsaðstoð á grundvelli læknisvottorða vinni í að ná bata og sinni einstaklingsáætlun í samvinnu við félagsráðgjafa. Ef fólk neitar að sinna slíkri einstaklingsáætlun verður heimilt að skerða fjárhagsaðstoð í hámark 2 mánuði. Í þessum tilfellum verður stuðst við svokallað eigið mat á starfsgetu og ef fólk hefur veigamiklar ástæður gegn skerðingu fjárhagsaðstoðar, svo sem þegar er að ræða mjög erfiðar félagslegar aðstæður, húsnæðisleys og skyndilega áföll eins og skilnað, dauðsfall í fjölskyldu eða erfiðleika barna, verður tekið tillit til þess. Jafnframt getur verið að ræða veikindi sem eru þess eðlis að viðkomandi getur ekki sinnt einstaklingsáætlun tímabundið. Ákvörðun skerðingu mun ætíð verða tekin á fagfundi þjónustumiðstöðva. Þeirri ákvörðun verður unnt að skjóta til áfrýjunarnefndar velferðarráðs og kæra ákvarðanir áfrýjunarnefndar til úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála. Því eru réttindi fólks tryggð og fólk hvatt til að leita réttarsins. Þá hefur borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið við það að gera grein fyrir bókun fulltrúa Samfylkingarinnar, Bestaflokksins og Sjálfstæðisflokksins undir þessum 24. lið. Þá hafi ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum öðrum dagskrárlið og telst honum lokið. Við förum í 3. lið og leggjum fram fundargerð